Komið sæl og verið velkomin í Landsbyggðir á N4. Við ætlum að ræða íþróttalíf á landsbyggðunum og til þess að ræða það hingað komin Auður Vala Gunnarsdóttir, yfirþjálfari fimleikadeildar Hattar á Egilsstöðum. Vertu velkomin Auður. Takk. Hver svona þinn íþróttabakgrunnur? Herðu, minn íþróttabakgrunnur sá að ég var hérna í Frjálsum í gamla daga. Það voru Frjálsarnar, ein af stærstu íþróttagreinunum hérna. Og svo bara svona eins og í litlu bæjarfélagi þá var maður náttúrulega bara í öllum. Þú veist, maður fór aðeins í fótbolta og maður var í handbolta. Og svo seinna meira þá urðu sem sagt fimleikur og dans meira fyrir valinu. Þegar það kom hingað í þetta byggðarlag. Fimleikadeildin, hún stofnuð 1986. Já. Og hvenær kemur þú inn í hana? Sko, eins og sagðir það fimleikadeildin stofnuð 1986 en hún hafði verið starfandi í 2 ár áður. Og það voru sem sagt 2 nýútskrifaðir íþróttakennarar sem fluttu hingað og með þeim kom náttúrulega bara ofsalega mikill og ferskur andi. Voru bæði sem sagt störtuð fimleikum og dansi. Og svo 5 ár seinna þá deildin sem sagt stofnuð. Og ég náttúrulega fór strax af stað og náttúrulega bara þetta var æðislegt. Og hvernig voru aðstæðurnar þá? Bara eiginlega engar. Við vorum bara í litlu dýnum og hérna, já, það voru hástigsdýnur, þetta var náttúrulega allt með við svona Frjálsarnar, en þetta var ótrúlega skemmtilegt. Og svo byrjar þú að þjálfa sjálf seinna? Já, ég sem sagt var í fimleikum þar til að ég kláraði grunnskólann og svo fór ég suður af því mér langaði svolítið að læra meiri dans og fór þangað 1,5 ár. Kynntist þar meðal þolfimmunni, ég hef verið í heilsuræktargeiranum í 27-28 ár og kem svo heim aftur og þá vantaði þjálfara og þá voru við sem sagt margar stúlkur sem vorum að þjálfa saman og bara eiginlega sáum deildina og margar af okkur búum hérna í dag á Egilsstöðum. Og þegar að þið komið þarna og byrjaði að þjálfa þessi stúlkna hópur, hvaða bakgrunn höfðu þið í fimleikum þessar? Við höfum alltaf bara verið hjá Hóf og Unnari sem stofnuðu deildina og svo var bara svo mikil áhugi, þetta var svo skemmtilegt. Og við ákveðum bara í staðan fyrir að gera ekki neitt að bara halda þessu áfram að þau sem sagt fluttu hérna. Og við vorum þarna einhver ár, svo náttúrulega fórum við náttúrulega í burtu í nám og slíkt. En deildin hefur alltaf haft þjálfara. Og ef við horfum kannski á þennan tíma þar sem þið voruð að byrja að þjálfa og svo hvernig þetta í dag, hver eru svona helstu breytingarnar? Vá, þær eru ofsalega miklar. Það frá að við bara vorum að æfa og þegar við förum að þjálfa þá farið að kaupa svolítið innbúnað fyrir deildina og það var fullt af krökkum í þessu og í dag náttúrulega þá erum við náttúrulega bara með heila áhalda geymslu fulla af sérbúnaði fyrir fimleika og reyndar hér á Egilsstöðum þá erum við bara í hópfimleikum og svo hefur náttúrulega bara greinin vaxið mjög mikið á Íslandi og sérstaklega hópfimleikarnir og mikla framfarir. Þannig að það eru áhöldin og framfarirnar sem mestu munurinn? Ég myndi segja það. En í svona samfélagi þar sem kannski ekki allt í boði og það við erum ekki með fimleikahús til dæmis á Egilsstöðum. Hvernig samstarfið við aðrar deildir? Nú til dæmis körfuboltinn, við erum með úrvalsdeildarliði körfubolta og mikið af bara flottu íþróttalífi. Já, sko Fljótsdalshérað hefur bara alltaf verið með ofsalega flott og virt íþróttafélag. Þú veist, og við erum með ótrúlega margar íþróttagreinar með hvað bæjarfélag ekki stórt. Og það bara, þú veist, já, eins og ég sagði, nefndið mikil virkni og íþróttafélag okkar sprungið. Það bara svoleiðis. Þú veist, það engin grein sem að fá nægilega mikið af tímum og auðvitað þetta streituvaldandi fyrir alla greinar. Þú veist, það vilja allir sinna sínu og gera sitt besta sem við erum náttúrulega öll að gera. En landslagið þarf aðeins að breytast þetta núna því að það bara
eins og ég segi, þú veist, ég er ofsalega stolt af íþróttafélaginu mínu hérna á Egilsstöðum og það eru bara margar íþróttagreinar og allir að gera góða hluti. Og hvað þarf að breytast? Okkur vantar meiri aðstöðu fyrir íþróttagreinarnar. Og það er alltaf best að lausnin er alltaf að fá fimleikahús. Því að við erum að taka stóran hluta af, við erum með 1 stóran íþróttasal á Egilsstöðum, svo erum við með annan minni íþróttasal í Fellabæ og þetta er allt sprungið. Það er verið að nýta þessa tíma til fram að miðnætti, nánast hvern einasta dag. Og almenningur kemst til dæmis ekki að og ég til dæmis er beggja með við borðið þegar ég er að kenna til dæmis Zumba og ég fer svona milli húsa, er í Fellaskóla eða í golfskálanum eða bara það sem ég fæ inni að hverju sinni. Þannig að það er ekki bara börn og unglingar, heldur er þetta að við erum með menntaskóla og það er sem sagt fullorðnir líka. Þannig að við þurfum bara eiginlega aðeins viðbót í íþróttafélagi okkar. Já. En hvers virði er það fyrir samfélag eins og Egilsstaði og nágrenni að hafa svona breytt framboð af íþróttum fyrir krakka og unglinga? Sko, mér finnst bara ofsalega mikilvægt að krakkar hafi val. Þau getur valið það sem langt til að æfa. Og ég tek mér bara oft sjálfa sem dæmi, ég er náttúrulega ólst upp hérna á Egilsstöðum og mér langaði alltaf, við erum búin að sjá fimleika og dansa og svona, mér langaði í þetta var ekki í boði. Og þegar þetta byrjaði, það bara opnuðust nýjar heimar. Veistu það, ég man þegar hófurnar kom hérna og fyrsta fimleikaæfingin, veistu, ég bara man þetta eins og þetta gerst í gær. Og þegar maður upplifir eitthvað svona sem maður langar svo sterkt að gera og sér að skipta svo miklu máli, þá finnst mér bara svo frábært að þetta sé til staðar, að krakkarnir hafi val, hvort þetta sé fótbolti, fimleikar, karfa, frjálsa, hvað sem er. Og ég sem sagt þegar ég flyt tilbaka var ég alltaf búin að ákveða að ég myndi gefa eitthvað tilbaka í samfélagi, þannig að þú veist, að krakka kannski fengi þessa upplifun, ég get stundað það sem ég langar til. Já. Nú eru Íslendingar búin að ná góðum árangri til dæmis á Evrópumótinu í fimleikum. Á Höttur eða Egilsstaðir einhvern hluta í þeim liðum? Já, við höfum átt það í síðustu tveimur Evrópumótum og við höfum sem sagt átt líka alltaf krakka á sem sagt úrtaksæfingum. Og nú er næst EM að koma, en svo náttúrulega vegna aðstöðuleysis að hafa krakkar náttúrulega farið suður að æfa til að komast í þá aðstöðu sem þurfa. Því að við náttúrulega stöndum fyrir því hérna núna, eins og ég segi, framfarirnar hafa orðið miklar, en framfarirnar hafa líka orðið mikið í okkar krökkum. Og aðstæðan býður ekki lengur upp á fyrir það sem er komið lengst að í rauninni æfa hérna. Þannig að þeim sem gengur bestir verða að fara? Já, það má segja það, að þeir hafa gert það, já. Og hvernig er árangurinn hjá þessum krökkum sem hafa verið að skara fram úr hér? Það er bara gengið vel. Þeim hefur gengið vel fyrir sunnan og svo til dæmis einn af okkar landsliðsmönnum er að fara til dæmis núna í fimleikaskóla til Danmörku, stefna á næsta Evrópumót og við hefum aldrei átt eins marga, sem áttu kosta að fara til dæmis landsliðsæfingu núna fyrir EM, þannig að þetta er vinna, þetta er mikil vinna. Já. En hverjir eru svona helstu áskoranirnar sem að íþróttalið, fimleikalið ekkert síður en önnur íþróttalið mæta á landsbyggðunum? Sko, ég mun taka sem sagt, kannski ef ég tek fimleikadeild Hattar fyrir að þá hjá okkur er það náttúrulega ofsalega áskorun að vera ekki með aðstöðu og byggja upp 4 sinnum í viku, alveg frá grunni og upp og ganga frá. Mikið okkar tíma fyrir það. Þetta er líkamleg og erfið vinna og við fáum foreldra í þetta starf með okkur vegna þess að krakkar eru náttúrulega í menntaskólanum þjálfararnir okkar. Nú, önnur áskorun er náttúrulega bara staðsetning. Við erum hinum inn á landinu. Þetta er gríðarlegur ferðakostnaður fyrir náttúrulega bara alla deildir innan Hattar. Það er að sækja mót og annað slíkt suður í svona flestu tilfellum. Þannig að þetta eru svona, myndi ég segja, 2 áskoranir hjá okkur. Það er annars vegar þessi aðstæð sem við búum við og svo þessi miklu kostnaður að sækja mót. En kosturinn við að vera út á landi með fimleikalið? Við erum bara svolítið hér eina sjálf og við svona,
Já, ég myndi segja hérna, við erum ekki stórt félag en þetta gott félag að mínu mati. Þetta duglegi krakkar og þeir sem fara yfirleitt annað að æfa og þá segja þeir oft svona að þeir sakna stundum hjartans, að það sé stórt hjarta hjá okkur sem náttúrulega mér þykir vænt að heyra. Og svo hérna það náttúrulega bara svo vön að þurfa að byggja upp og hafa svolítið fyrir sínu árangri, þessi krakkar hérna. Þetta eru bara harðduglegi krakkar og við þessi aðstöðu kannski frá þeir eru kannski 4-5 ára þar til eru 16, 17, 18 ára. Þetta eru bara algjöru naglar. En þú nefnir þarna mjög breytt aldurspil. Hvað eru gamlir krakkar í fimleikum hérna? Við erum með svona lítinn íþróttaskóla fyrir 2-3 ára börn. Við náðum því inn núna í ár. Þetta snýst allt tímamagnið. Og við erum með elstu, núna erum við með elstu 16 ára fyrirgjöf sem að æfa hjá okkur. En svo erum við fyrir ennþá eldri? Já, fyrirgjöf, ég gleymi náttúrulega, jú, svo erum við með fyrir fullorðna. Og bara mjög vinsælt. Og upp í hvaða aldur nær það? Herðu, þær eru alveg upp í, fertugt. Þannig að fimleikarnir eru fyrir alla? Fimleikar eru fyrir alla. Sko, mér finnst í dag fólk vera svona meðvitað sjálfan sig. Ef ég ætti svona eitthvað aðeins að svona það hefur verið meiri fræðsla í gangi, fólk upplýstara og og við höfum svo miklu meira val í dag líka með alls konar, þú veist, og ég held að fólk sé bara duglegra líka að finna sér eitthvað við hæfi. Þú veist, þess að það eru gönguhópar, það eru hlaupahópar, það eru sundhópar. Þú veist, það þreksalir, það alls konar leikfimi og ég held bara að fólk finni sér bara meira við hæfi og mér finnst líka svolítið mín tilfinning að fólk hygnara líka, þú veist, það svona, mér finnst ekki eins mikið læti og voru oft áður fyrr. Læti í hvaða skilningi? Bara, þú veist, þeim meira sem að hamaðist, þeim meira árangur áttur að vera, þú veist, að þeim meira árangur. Mér finnst svona fólk svona meira í núinu og bara og finna sér svolítið það sem að því hendar og því líður vel með. Og það það sem ég hef líka svolítið agiterað með eins og með fyrirlestrum og svoleiðis að fólk eigi að finna það sem að það hefur áhuga á. Þú ert ekki að fylgja þessi næsta manneskja að gera. Ef þið líður vel að labba upp á fjallahvörðin þá gerur það. Og þannig náttúrulega eykur þessa almennu vellíðan, bæði líkamlegu og andlegu. Að þú gerir eitthvað sem þér líður vel með, í sama hvaða formið það Og það kannski ástæðan fyrir því að það er best að hafa nóg framboð af íþróttum? Já, það að mínu mati. Það þú veist, hvort sem heilsurækt eða íþróttalíf, þetta val. Hvað eru krakkar af stóru svæði að æfa hjá Hetti? Þau eru á stóru svæði. Við erum með iðkendur frá eins og til dæmis Eskifirði, Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði, Seyðisfirði. Við erum líka með frá nærsveitum og það getur alveg verið klukkutími keyrsla alveg upp í það. Þannig að við erum að spanna mjög vítt svæði en það komin fimleikadeild á Fáskrúðsfirði sem bara ofsalega jákvætt og skemmtilegt. Og þau náttúrulega að taka stóra hlutan sem á fjörðum en það alltaf einhverjir sem koma upp á Egilsstaði. Þannig að deildin skiptir máli út fyrir sveitafélagið hérna? Já, hún hefur gert það og við höfum verið með marga flotta fimleika konur og menn frá fjörðum sem hafa náð langt í fimleikum og eru með þjálfara og annað slíkt og ég bara hlytt öllu samstarfi og bara ég lít svolítið á Austurland sem eina heild. Nú þetta kannski svolítið erfiður vinnutími að vera alltaf eftir vinnu eða skóla hjá öðrum í þinni vinnu. Hvers vegna það þessu? Já, eins og ég nefndi áðan þá var ég alltaf búin að ákveða að taka að mér eða skila tilbaka eitthvað sem mér fannst skipta miklu máli þegar ég var ung og einhvern tíma voru svona gamli kallar sem voru í íþróttafélaginu og ég var hjá þeim einhverju hluta vegna, eitthvað tengt íþróttum og þá sögðu þeir mitt við mig að það var svo mikilvægt að við unga fólki færum tilbaka eða færum sérst að menntum okkur en kæmum tilbaka og myndum gefa eitthvað til samfélagsins. Og þetta settist bara svona ofboðslega í heilan á mér að þegar ég ákvað að flytja aftur til Egilsstaða
að þá vildi ég gefa eitthvað tilbaka. Og fimleikadeildin varð fyrir valinu og þetta átti nú bara að vera svona smá hliðarhobby. Ég ætlaði bara svona að vera að þjálfa og svona hafa bara svona aukavinnu. En svo þegar ég kem inn þá eru 60 krakkar sem æfa fimleika og í dag eru þetta 280 krakkar sem æfa meðaltali hjá fimleikadeild Hattar. Þá er ég líka með krílahópa og þetta var eiginlega bara svolítið mín aðalvinna. Og ég er búin að vera í 18 ár og eins og segir, vinnutíminn er ekki svo allar besti. Og en þú, já, þegar ég er að fara að vinna þá eru börnin mín að koma heim á skólanum. En með góðri skipulagningu og allt sem maður ætlar sér, það tekst þetta og ég á bara ég á góða fjölskyldu og já, þannig að er þetta ekki bara þrjóska? Ég held að þetta sé bara pínu þrjóska, en ég hef líka ofsalega gaman að þessu. Já. Þetta hefur verið gaman að sjá deildina vaxa og við erum búin að takast á við margar og miklar áskoranir og svolítið berjast fyrir þessari deild. Og þetta er orðin ein, elsta deild Íþróttafélags Hattar og hún skiptir máli í þessu bæjarfélagi vil ég meina. Þetta er náttúrulega stór hluti stúlkur sem æfa, en að sjálfsögðu fullt af strákum líka og það er mikilvægt að stúlkur geti farið í grein sem þeim líkar við og þannig að þetta náttúrulega eins og segir, þetta er mikið kvöldvinna. En ég bara vona að ég hafi bara gefið mörgum krökkum smá gleði á Héraði. Absolutt. Á þessum 18 árum þá hefur ábyggilega kynnst ansi mörgum á fleiri stöðum í fimleikunum, á fleiri stöðum á landinu. Finnurðu svona fyrir því sama annars staðar á landsbyggðunum, svona sama ströggli sem að þau eruð í? Já. Það er alltaf bara oft í kringum íþróttir að þá er bara oft svolítið ströggli í kringum. Þetta er ekki bara fimleikar heldur aðra greina, það er að berast fyrir góða aðstöðu fyrir krakka og unglinga. Það er þetta að allur kostnaður í kringum ferðir og náttúrulega svo sem með fimleika þetta er mjög sérhæfð íþróttagrein. Við þurfum náttúrulega helst að hafa hús virkilega vel gert sko og þetta er náttúrulega langur æfingatími hjá þessum iðkendum í fimleikum. Þannig að ég veit mörg bæjarfélag sem er að ströggla ekki bara í Reykjavík líka að berjast fyrir betri aðstöðu og þetta snýst líka heilmikið öryggi þegar þú ert komin lengra í sjálfri íþróttagreininni. En alls staðar á landinu þá eru biðlistar inn í fimleikadeildir og bara mikið og gott starf eða í landinu sko. En hvers vegna eru Íslendingar svona góðir í fimleikum? Nú höfum við verið að vinna EM, Evrópumótið í hópfimleikum. Hvers vegna? Veist það, ég held þetta sé bara Ísland. Ég held bara við á Íslandi, við erum bara, ég ætla bara að segja, við erum harðduglegt fólk. Við bara tökum áskorunum og setjum okkur markmið. Og ég held að það eigi bara ekkert bara við fimleika. Við getum bara að segja fótboltan, handboltan, körfuboltan, frjálsíþróttafólk. Þetta er bara, við eigum bara rosalega mikið af flottu fólki sem setur sér markmið og við erum bara að ná markmiðum okkar. Í svona stórri deild eins og fimleikadeildin er og kannski kostnaðarsömu starfi eins og fimleikar eru, hvar koma foreldrar inn í þetta? Foreldrar eru svo mikilvægir. Foreldrar eru bara þeir sem að halda bara íþróttastarfi gangandi að mörgu leyti. Ég er náttúrulega búin að vera þetta lengi og unnið með svo mikið af frábæru foreldrum eins og bara í stjórnum og sem bara kemur að starfi deildarinnar. Eins og ég segi, þetta væri ekki neitt ef maður hefði ekki foreldra, hefði ekki bara þjálfarana. Því þetta er náttúrulega, við erum öll eitt lið sem erum að vinna saman og ég hef alltaf metið starf foreldra gríðarlega mikið. Og ég sé náttúrulega bara að þeir eiga svo mikið og stórt klapp skilið að þú veist, við værum ekkert í dag þessi fimleikadeild ef foreldrar stæðu ekki að baki deildarinnar. Og það er þá fjáraflanir og...
Já, og bara því starfi sem til dæmis kemur að skipulagningu, þú veist, það er svo margt sem kemur inn í svona starf. Þú veist, fjárhagsplanir, það er verið að það eru ferðarlög, það eru keppnisferðir, æfingaferðir og svo náttúrulega bara stjórna starfið sjálft. Allir foreldrar sem hafa setið í stjórnum gegnum tíðina, lagt ómælda vinnu á sig. Og eins og í dag hjá Fimleikadeilda Hattar þá er það bara eitt foreldri sem er orðið bara framkvæmdastjóri. Og ég sé bara meira þjálfunina og þessi mamma sem sér alla skipulagningum, allt utanumhald eins og nafnaskráningar, gjöld og ýmislegt sko, og alla ferðir. Og þannig að mér finnst bara foreldrar ofsalega dýrmætir. Og þakka bara fyrir þá, alla þá foreldrar sem vilja starfa og líka bara, þú veist, og það er náttúrulega bara líka þannig að þeir foreldrar sem eru virkir, að það er bara hvetjandi fyrir börnin og fyrir iðkendur. Ef foreldrar eru virkir og vilja taka þátt í starfinu, ég sé bara heilmikið mun á þeim börnum að þau eru bara einhvern veginn líka all in. Já. Nú hafið þið haldið nýárssýningar nokkur ár í röð sem hafa vakið mikla athygli. Geturðu sagt mér aðeins frá þessum sýningum? Já, við byrjum sem sagt að setja upp svona stóra sýningar þegar deildin var 25 ára, ég man rétt. Og þá ákveð að gera svona svolítið ekstra stóra sýningu og lögðum rosa mikið á okkur. Og eiginlega eftir þetta þá hefur eiginlega bara krafan verið á svona sýningar. Og sem er mjög gaman og eiginlega, þú veist, þetta er stærsti viðbrögðin hjá krökkunum. Það er ekki endilega að fara á mót, heldur er það þessi sýning. Og þar er mitt koma foreldrar mjög sterkir inn. Þeir bara, við erum örugglega með sko 60-70 foreldrar með okkur í vinnu sko. Sem er bara að koma að mála og koma að hittast á kvöldin að gera búninga og þetta er bara ofsalega skemmtilegt. Hvernig, ef þú tekur til dæmis einhverja eina sýningu fyrir, eru þið með einhvern söguþráð? Já, við höfum sett upp svona já, mjög mismunandi sýningar en ég get til dæmis nefnt Lion King, Konungl Jónanna og þá bara sem við dansa og ég geri yfirleitt handrit með söguþráð og svo bara eru þarna 240 krakkar sem eru með í sýningunni. 240 persónur og leikendur? Já. Og hvernig er skipulagið fyrir svona sýningu? Veistu það, krakkarnir eru bara svo klárir. Þú veist, þetta smellur aldrei fyrir en á rauninni á sýningadegi. Því maður getur kannski ekki haft alveg genálpröf, þú ferð í íþrótthús í x langa tíma og þetta verður bara að smella. Við æfum þetta í litlum bútum, svo bara gerum maður svona. Og það hefur bara alltaf virkað. Þegar á reynir, þá standa þessar elsku sig alltaf alveg, bara 100%. Hver er framtíðarsýnin hjá Fimleikadeild Hattar? Framtíðarsýnin, ég vona öllu mínu hjarta að við fáum aðstöðu. Bara íþróttagreinina vegna og mér finnst líka þessi deild er, eins og ég nefndi áðan, ein elsta deild íþróttafélagsins. Og við erum búin að, sem ég man eftir mér, 13 ára að byrja í fimleikum, að bera áhöld, safna fyrir áhöldum, láta deildina ganga. Og ég er orðin þetta gömul, búin þetta lengi, að við erum enn að ströggla. En þessi deild er bara búin að sýna þá sanna, hún á heima hérna. Og hjá okkur líka að æfa börn og unglingar alls þar af Austurlandi. Þannig að, og til þess að við kannski höldum börn okkur líka lengur í fimleikum sem eru komið það langt, að þau þurfa ekki að fara í burtu eða hætta vegna aðstöðuleysis. Þannig að ég vona það að sá draumur rætist. Það er nefnd á vegum bæjarfélagsins sem er að undirbúa byggingu. Það er komið vilja yfirlýsing en svo er bara að sjá hvað verður. Akkurat. Þakkar kærlega fyrir spjallið yfir. Takk sömuleiðis. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of